Þessi hérna pottur smíðaður úr íslensku rauðgreini, 2 metrar í þvermál og tekur 2800 lítra af vatni. Við getum verið með þá í 1,60, við getum verið með 2 metrum eins og þessi og 2,40. Við getum verið með þá lerki og greini. Þessi pottur hugsaður fyrir 5 fullorðna einstaklinga. Þá hafa allir gott axlapláss, en það nú örugglega hægt að koma fyrir hérna 6-8 krökkum. Kostur við þennan að þú getur teygt úr þér hérna og einn í pottinum, þá getur þú teygt úr þér enda í enda. Seturnar gerðar úr síkagreini með lifandi kanti. Grindin hérna reyndar úr lerki, en það var nú því hún var bara til. En það getur vel verið við höldum þessi kombóið saman, þetta kemur vel út saman. Botnnótin 2-föld nót og 40 mm þykkt gólf í þessu, sem stendur á öðrum 100 dregurum. Þannig að það mjög sterkt og öflugt, stendur vel. Nótin með bogadregna nót sem að leyfir okkur að nota sömu nótina í nokkra stærðir af pottum. Svona lítur nótin út, eða spýtan, fjölin í pottinum. Og þá ertu með kallinn hérna í nótinni sem leggst upp að hérna. Og þá koma þið saman hérna og svo getum við leikið okkur með gráðuna á pottinum. Við þurfum að passa okkur að ringurinn gangi upp í gráðu fjöldan og það stjórnast af breiddinni á spýtunni eða fjöldanum á spýtunum í ringnum. Þetta þarf að spila saman þannig að þetta gangi upp þannig að potturinn þétti. Aðalatriðið sé eldfimið frá skógarhöfum. En það smá vinna að dútla kynda svona pott. Þetta tekur cirka 3-4 tíma að hita pottinn. Það eftir hvað vatnið heitt þegar maður byrjar. Bændablaðið klikkar ekki. Grindin svona opinn til þess að hitadreifingin frá hitaranum ná inn í pottinn þannig að það sé ekki verið að loka hitan inni. Við erum með göt á hitaranum, þegar þetta hitnar þá myndir þringrás á vatninu, það þarf ekki alltaf að vera að hræra í honum. Já, nú varum við bara að kveikja upp í. Meðan að hitinn að komast í hitarann þá brennur hann upp hérna. Og síðan þegar bruninn hafinn og hitinn byrjar að myndast niðri þá breytist trekkurinn, þannig að þá byrjar hann að sjúga hérna niður og reykurinn fyrir upp strompinn. Þannig að þetta svona smá rétt með að vera að koma upp eldinum, þá rýkur upp úr hérna og síðan setjum við lokið hérna ofan á og þá fer þetta út úr strompinn. Svo þegar það komin almennilegu hiti þá þetta orðinn reyklaus eldur. Þetta svo sem gömul hugmynd frá Ameríku sem þeir kalla þetta rocket stove og nota þetta mjög mikið. En við notum ryðfrítt stál í hitarana sem við smíðum hérna heima, við smíðum þetta sjálfur hérna og við notum ryðfrítt til þess að hitinn leiti í járnið og leiði betur út í pottinn, verður jafnari hiti, meiri hitadreifing og heldur hitanum betur þegar hitanum náð. Þannig að við höfum betri stjórn á hitanum þegar við erum að kynda pottinn. Gatið hugsa bara fyrir eldavélinni okkar, kubbanir eiga að passa ofan í. Við hugsum út frá því að þeir sem kaupa potti frá okkur, þeir kaupa eldavélinni af okkur líka. Ég nota lerki, það mest orkan í lerkinu. Við höfum notað furu líka, það virkar mjög vel. Öspi virkar mjög vel líka, fura virkar aðeins betur. Mér fannst birki síðst að því að það brann svo hratt og hélt svo litlum hita eftir á. En birki gefur meiri hita en endist ekki eins lengi. Við vorum að fara með meira af eldivið heldur en í lerki. Lerki virðist vera að ganga best. Það er alltaf ákveðin umhirða að vera með svona viðarkyndapotti eða svona viðarpott. Þetta lifandi efni, því þarf að leyfa viðnum að jafna sig eftir að vera að setja í pottinn. Það byrjar á því að leka. Svo smátt og smátt þá tekur efnið í sig vatnið og hann þéttist. Og auðvitað náttúrulega lekur hann sumstaðar með kvistum og eitthvað svoleiðis en það hættir jafnt og þétt. Það þarf að hugsa gerðirnar, jafnvel þarf að losa á þeim eða herða á þeim. Ef að pottur stendur tómur þá rýrnar spýturnar og þá getur tekið þó nokkuð tíma að leyfa vatninu að þétta pottinn aftur. Þetta smá ferli, en á endanum þá þéttir þetta alltaf. Já, núna erum við að vinna í að sjá hvort við náum að láta þetta konsept ganga upp í kalda pott sem nær svona 1,20 og vera með það sem auka afurð með heita pottunum.